Já, aðeins senerdíóður. Venjuleg díóða, svona kísil afröðna díóða, bara teiknuð svona og anóða og katóða, plúsinn hérna megin, þá leiður hún yfir sig og það 0,7 volt spennufall yfir hana. Þetta þýðir það að 0,3 volt hér fyrir hana, það hérna inn á hana, og cirka hér, þá leiður hún ekki. Þegar spennan kemur upp í 0,7 volt, þá byrjar hún að leiða. Þetta straumurinn hérna gegnum hana. Eða fyrir plús hér í hindrunarátt, þá leiður hún ekki neitt. En senerdíóðarnar sem eru hér, það eru hins vegar, það eru framstæð þannig að það eru búin til í allavega spennum. Og spennan sem hún þolir það bara stimplað á hana, og eins og stimplað á hana hvað þolir mikið afl eða mörgu vött. Og þessi hún er 6,8 volt í hindrunarátt og 0,5 watt. Þannig að hennar línuritt væri þá svona, 0,7 volt cirka í leiðandi átt og hindrunarátt fer hún að leiða við 6,8 volt. Þetta er kallað senjabrótið. Þannig við þurfum að byrja á því að það er að segja við þurfum að í svona rásum þurfum við alltaf að setja inn öryggisviðnám til að takmarka strauminn í gegnum hana. Og þá þurfum við að byrja á því að finna út hámarksstrauminn hér gegnum þessa díóðu. Og hér er vatnrýtingurinn og það er að segja að vött er jafnt og straumur sem er spenna. Og við vitum spennuna og vöttin, við þurfum að finna strauminn. Er jafnt og spennandelt við vött. Þetta, jafnt og það er bara svona. Og við fáum út hérna, það er að hér er halvt watt og 6,8 volt. Og við fáum út 0,073 ampere eða 73 milliampere. Þá vitum við strauminn hérna yfir. Nú, hér eru 6,8 volt yfir. Þessar díóðu, þar sem hún hendur eins og einfalda þeirra spennu yfir sig. Og hér eru 10 volt, þá vitum við að mismunurinn eða 3,2 volt eru hér. Þessi spennuföll hér, samanlögð, eru 10 volt. Það er að segja að öll spennuföll eru jöfn spennunni hér. Og þá vitum við spennuna hérna og strömminn er ásinni 73 milliampere og deilum strömm upp í spennu og finnum út að þetta viðnám er 44 ohm til að framleiða hálft watt hér sem er hámarksálag á díóðunni. R-ið er bara fundið út þannig að hér er ohmstrýpingurinn, spenna jafnt og strömmur sem viðnám og viðnámið hér er þá jafnt og hendin yfir R er jafnt og strömmur delt upp í spennu. Og spennan er viðnám með 3,2 volt og strömmurinn gegnum þetta hér er 73 milliampere. 73 milliampere. Gegnum allar ásina, sami strömmur gegnum allar ásina. Og það gefur okkur 44 ohm. Nú það er fullt álag, við 50% álag, þar að segja við fullt álag þá hittar díóðan og getur eyðilagst. Þannig að við ætlum að leggja hana bara helminginn, 50%, og þá bara stækkum við náðum helming. Við erum 44, 88 og þá erum við cirka með kannski svona 30 og eitthvað 7 milliampere eitthvað svoleiðis. Það er 73. Nú þurfum við að fara að gera svona tilraun, setjum þetta kringum 88 ohm í seríu og þessi senendíóður og sjáum hvað við fáum. Já, þetta er senerdíóðurásinn, senerdíóðan sjálf. Hún er svona smá glerdíóða með svona svörtu bandið að striki hérna öðrum megin. Það er katóðan og á teikningunni þá myndi hún snúa svona og svo tíma að vera viðnámið hér í seríu. Og hér fór rásinn sjálf og ef við mælum spennuna yfir hana, hér eru 10 volt, þá hún að halda yfir sig 6,8 voltum en hún er 7,1 volt, 7,1 til 7,2 og það er bara þannig.